Ég mig í samstarfi við UMFÍ. Ég mig í samstarfi við Vélfag. Góðan og blessaðan dag, kæru áhorfendur. Við erum komin hérna, ég mig, gengið að fara að taka upp seríu 2. Hvað erum við að fara að brasa á, Stuttur? Við erum að fara að ferðast landið og ætlum að byrja á Króksværanum Sauðárkróki. Herði, við erum núna mætt á Sauðárkrók eins og sést á hérna körfuboltakörfunum fyrir aftan, ég veit ekki hvort við nærði. Og við erum komin hérna heim til Ásthildar. Já, hingað erum við komin og við ætlum að fara í smá kaffi til pabba. Let's do it. Við erum mætt hérna að fara í Drangey með Drangey Tours. Hérna eru Two from Iceland. Hæ. Hæ. Halló. Hæ. Blessaður mig kæri. Hæli. Ég heiti Ísak, 26 ára, kem frá Hnífsdal. Og ég heiti Sigríður og er 22 og fædd og uppalinn í Skagafirði. Og þið eru Two from Iceland. Já. Mikið rétt. En þið hétu Tropical Addicts. Tropical Addicts. Ok. Já. Og akkur breyttuð þið nafninu? Við bara erum komið til Íslands í bili og ætlum svona þess að fókusa á Ísland og íslenska náttúru. Og þá fannst okkur að passa bara betur við. Já. Við erum líka 2 frá Íslandi, þannig að... Já. Hafið þið komið í Drangey áður? Nei, Nei, aldrei. einhver menn hefur ekki komið. Nei. Það er nálægt. Það vill stundum vera þannig. Já. Við erum alltaf að ferðast frá einhverju, ekki? Já. Já. En núna eru þið komin hingað til Íslands og ætlið þið að ferðast hér. Já. Já. Eigum við að skella okkur í Drangey? Það er ekki bara. Jæja, mætt í Drangey. Það er svo geðveikt flott eiginlega. Já. Ekkert smá. Þið eru núna að ferðast Ísland. Já, við erum búin að vera að nota helgarnar í sumar til að reyna að ferðast eins og við getum. Já. Ok, og hvert, eru þið með eitthvað svona stefnu eða eru þið bara að fara eitthvað? Sko, við erum búin að fara, við reynum að taka þetta helst eftir svona svæðum. Við erum búin að fara eina helgi á Austfirðina. Já, svona, já, norðausturland líka. Norðaustur. Seinustu helgi fórum við vestur, heimsækja pappa og ferðast bara. Tókum svona svolítið leiðina héðan og vestur og reyndum að stoppa svona á leiðinni. Og er eitthvað svona sérferðir sem þið farið, þú veist, hvar finnið þið hvert þið að fara og eru þið eitthvað svona, eru þið bara að skoða á netinu eitthvað? Já, við skoðum á netinu. Sko hún er aðalega í því að skoða og svona plana hvert við erum að fara. Hún er mjög góð í því að bæði á Instagram og bara á Google, þá finnum hún alltaf bestu staðina. En þegar við vorum að fara vestur seinustu helgi þá náttúrulega, ég er náttúrulega að vestan, ég hef keyrt hana alveg ógeðslega oft á milli, þannig ég veit alveg svona hvað það er sem ég langar að skoða. Já. Ég veit ekki hvað þessi staðir heita allir sem við stoppum það. Já. Það var alltaf eitthvað svona post sem við sáum uppi og bara, já, við skulum labba þangað. Ok, þannig þið voru bara svolítið að eru þið líka þannig svolítið þegar þið farið út? Já, við erum rosalega mikið að vinga því, sko. Við erum kannski með nokkra staði sem við vitum þennan og þennan. Við reynum alltaf að hafa allt opið, sko. Og finnst rosalega leiðilegt að vera með eitthvað ógeðslega fast plan. Þannig við erum reynilega aldrei búin að plana, marga daga fyrirfram. Það er alltaf bara, já, hvað vil ég gera í dag? Og gerum það þá. En núna eru þið á Íslandi og þið hafið ekkert mikið ferðast hér? Ég ferðaðist mjög mikið með fjölskyldunum minni þegar ég var yngri. Það var aðalega þegar maður var yngri, en eftir að við erum eldri þá fórum við bara beint út, sko. Þannig það er svolítið svona munur að koma allt inn til Íslands. Já. Og
var kannski skrítið að vera ferðamaður í svona eigin landi. Já. Sérstaklega þegar við erum búin að vera svo lengi úti síðustu árin þá einhvern veginn finnst okkur Ísland vera miklu flottara en þegar við fórum fyrst sko. Já, við kunnum að meta það meira. Allt svona fegurðina hérna. Það geggjað. Eigum við að halda hún að labba? Já. Ok. Hvernig það að fara svona út og vera tveir, þú veist, eru þið alltaf saman eða getið þið verið einstaklingar líka þarna úti? Mér finnst við geta verið einstaklingar líka. Þegar við fórum fyrst 2016, þá var ég í spænskuskóla og svo fór ég í sjálfboðaliðastarf. Varst þú bara að damla þér heima að bíða eftir henni? Já, bara, nei, ég var í tölvunni að vinna sjálfur. Í dag eru rosalega margir sem vinna bara í tölvunni. Það eru sem ég kalla digital nomads. Digital nomads. Og hvað er það? Það er bara fólk sem vinnur á netinu, mikið sjálfstætt starfandi. Já, og getur búið hvar sem er. Þú ert ekki háður einum stað og þá vinnur þú bara hvað sem er. Það er náttúrulega mörg störf þar sem þú þarft í rauninni ekkert að mæta á staðinn. Þú getur bara verið í tölvunni og unnið bara. Já, vinna er náttúrulega oft bara eitthvað svona til þess að þú mætir og gerir þitt. Já. En þið voru þá bara, varstu að vinna á einhverju fyrirtæki eða varstu? Ég var að spila póker. Ok. En jú, ég var í rauninni að vinna fyrir fyrirtæki. Ok, þú varst að spila póker bara? Já. Ok. Og varst þú eitthvað að vinna eða varst þú bara í sjálfboðaliðastarfi? Já, bara í sjálfboðaliðastarfi. Ok. Hvernig samt með vini ykkar og svona? Þú veist, finnst ykkur ekki að því þið eru búin að vera úti svo ógeðslega lengi, þið voruð í hvað, 3 ár straight? Við komum alltaf á sumrin, en annars, já 3 ár cirka. Og þá byggum við bara hjá mömmuðinni eða pappa eða eitthvað svoleiðis. Samt ekki, fjarlægist ekki vini ykkar eða eru þið náðið alveg að halda sambandi? Jú, suma þá fjarlægist maður. En svo aðra þá það bara svona eins og maður hafi ekkert farið sko. Já. Þú veist maður. Það er mjög gott. Þegar kannski eftir bara vinum. Já. Maður þarf náttúrulega líka bara að passa sig að vera, ég meina nú tæknin þannig að maður getur svo auðvitað að vera bara eitthvað FaceTime og tala við fólk og þú veist, fjarlægðin ekkert jafn mikil og var, þannig að það eins og ég náttúrulega, þegar við fluttum út fyrst, þá náttúrulega var ég til dæmis nýbúin að eignast lítil systkini, en ég meina þegar ég kom tilbaka þá var samt alveg tengdu alveg við mig mjög vel þó sem þau voru mjög ung. Voru ekkert feimið eða neitt af því að þau voru alltaf með mig á FaceTime, þú veist. Og eru þið alveg að hitta, þú veist, vini ykkar, koma þér út eða eitthvað svoleiðis? Náttúrulega systir þín kom út og þið hittuð hana og kærastana. Já, hún var í heimsreisu og hún gat hitt okkur í Costa Rica. Hvernig getur maður bara farið þarna, myndið þið mæla með að maður farið 2 eða 1? Ég held að ég myndi, þó svo okkur finnist ógeðslega gaman að fara saman, þá held ég, þú veist, að það sé rosalega gott fyrir fólk að fara 1. En það ekkert hættulegt, þú veist, bara eins og þið eru bæði svona standi út, ljósarð, blá augu? Nei, sko, jú, það er alveg hættulegt, en þú veist, það er líka bara hættulegt að fara inn í bæi Reykjavík á kvöldin, skilur. Já. Þú veist, það getur alveg, þú veist, þetta er bara alveg eins. Já. Bara að verða að keyra í Asíu, það er kannski svolítið hættulegt á Vespunni, skilur. En, þú veist. Sæl mín kæru heima í stofu. Ég hérna líka á Drangey og núna Ásthildur komin á hina myndavélarna sem ég var á áðan. Og við erum að lenda hérna á hæsta punktinum á eyjunni þar, svo við sjáum yfir allt. Í upphafið þegar þið ákveðið að skipta um lífstíl, stökkva út, bralla það allt. Þið væntanlega voruð ekki í því fyrir, maður fæðist ekkert endilega í því bralli. Og mér langaði að spyrja bara hvernig var fyrst þegar þið ákveðið að taka þetta stökk, að flytja út og fara ykkar eigin ótróðnu leið. Okkur langaði náttúrulega báðum að fara einhvert þar sem var heitt, strendur, svona tropical. Náttúrulega eins og flestum Íslendingum, hugsa það fyrst. Og mér langaði að læra spænsku. Já. Þannig að við vorum að hugsa skilur Spán eða annarkvort eitthvað svona meira framandi eins og í Mið-Ameríku eða Suður-Ameríku. Já. Við leist mjög vel á Costa Rica. Já. Og við héldum fyrst að við erum kannski bara 2 mánuði eða 3 eða eitthvað. Já, þannig þið voruð ekkert búin að negla fyrst að vera svona lengi á ferðalagi. Nei. En fundið þið fyrir einhverju svona mótspyrnu eins og hjá fjölskyldu eða eitthvað í því að ákveða að fara út eða voru allir bara til í þetta? Þeim finnst þetta náttúrulega spennandi en það er náttúrulega alltaf, þeir vilja það sem er best fyrir mann. Þá hafa alltaf pínu áhyggjur að maður er að fara eitthvað svona svolítið út fyrir rammann sko. Já, lönd sem að þau kannski finnst hljóma hættulega eða eitthvað svoleiðis. Þegar maður fer þessa lífsleið sko og ert ekki kannski með fasta vinnu eða neitt þannig. Að það gæti samfélagið ekkert endilega of mikið að styðja, ég veit ekki. Hvernig upplifið þið það? Sko ég fann alveg fyrir smá neikvæðni stundum. Ef við vorum að fara aftur þá alltaf svona, er það að fara aftur? Alveg svona, skilur. Finnst mér eins og í dag er fólk að fara að vera aðeins meira opnara fyrir þessu. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað tengt okkur beint. Bara almennt það er orðið miklu algengar að fólk sé að fara langt Bali, það er orðið frekar mainstream. Já. Þú veist, fólk er farið að fatta, þú veist, þetta er ekkert hættulegt.
besta sparnaðarráðið ekki drekka áfengi. Þú veist, við drekkum mjög lítið þegar við erum hann úti og þú veist, erum ekkert að fara út að djamma eða eitthvað þannig. En ég mæli líka bara með því að við erum ekki að plana of mikið. Það alveg key. Við erum alltaf opin fyrir eiginlega öllu þegar við förum. Yfirleitt kaupum okkur bara með aðra leiðina og þegar við erum að fara einhverja staði þá höfum við yfirleitt einhverja daga, þú veist, til þess að gera ákveðna hluti. Og veitum svo í rauninni ekkert skilur hvort við færum í annað land þess vegna eftir 2 daga eða... Já, ég myndi halda að það væri mjög sterkt að koma alltaf inn í þetta með mjög opinn hug og til í allt. Og reyna að hoppa kannski á ódýrustu flugin bara hvert sem þess vegna. Já, en ef þú ert með svo mikið planað, þú veist, alveg bara skipulega að fara kannski í 30 daga, þá þú veist, gæti verið svo mikið sem þú hefði viljað gera, sem þú bara getur ekki, þú veist, bara allt ákveðið fyrirfram og þú kannski nennir ekkert að gera þetta og verð bara í allt öðrum gír. Hvað myndið þið segja væri svona það sem þið hafið lært mest af stærsta lexían af öllu þessum ferðum? Vera ánægð með það sem við höfum, þú veist að hlutir gerir mann ekki hamingjusaman, heldur bara að njóta og upplifanir. Eins og með gjafir ég núna alltaf farin að gefa upplifanir í staðinn fyrir hluti. Einmitt. Því það gerir miklu meira. Já, ég meina hún ég fekk í afmælisgjöf frá henni, þar fekk ég svona lítið kort og það var svona gjafabréf sem 3 skipti í nudd. Já. Það var bara geðveik gjöf, sko. Það geðveikt, sko. Hún hefði alveg getað að gefa mér eitthvað, ég veit ekki, úri eða eitthvað, en þetta var bara miklu betra. Fólk á almennt svo mikið af hlutum að það er alltaf gott að ýta þau út úr þægindarrammanum og fara að gera eitthvað, sko. Já, en með tipsin þá líka eitt sem ég langar að koma að það þú veist, ef þú ert einhvers staðar, þú ert svona pæli að gera eitthvað, svona ættir að gera, þá bara gerðu það. Já. Þú veist, ég hef lendið í meira segja því að farin að hugsa þetta, eins og vorum í Bali, það var eitthvað hlið sem okkur langaði að fara í. Við vorum svona ættu að fara, við beiliðum á þessum stað og maður bara sér alltaf eftir því, skilju. Það svo oft eitthvað svona moment sem komið upp. Þannig að hérna frá það ætlum við alltaf bara, ef við erum svona pæli, þá gera það. Það minnir mig á hana einn góðan svona frasa að maður sér alltaf frekar eftir því sem maður gerir ekki heldur en því sem maður gerir. Já, nákvæmlega. Ég elska þann frasa, sko. Það svona eitthvað sem mér langar bara að lifa með, þú veist. Já. Það fólk ætti að gera það, sko. Ef þið munið bara svona off the top of the head klikkaðasta upplifun sem að þið hafi öðlast í þessum ferðum, svona mesta klikkun, hvort það var eitthvað landslag eða bara hvað sem er. Ég veit ekki, með Bleikaströndin að Komodo eyjunum geggjuð. Já, og drekarnir sjálfur, náttúrulega. Fórum til Komodo Island og skoðum Komodo National Park. Já. Það var alveg geðveikt. Mesta random upplifun sem lendum í, það var þegar við vorum í Panama á svona tropical eyjum, Bocas del Toro og við sem sagt mistum að bátnum heim. Og þannig að við þurftum að finna okkur gistingu á eyjunni þannig og það var bara eitthvað random gaur þannig að ég básnum við hliðina og sagði bara heyrðu, hann ætlaði að hjálpa okkur að finna gistingu, sko. Já. Það var bara já, hann fór eitthvað að hringa til og fann ekki neitt og svo hugsaði hann alltaf, heyrðu, ég með eina frábæra hugmynd, sko. Bara, ég að skipta íbúð og að fara að leigja annars staðar. Þið getur bara verið í íbúðinu minni. Nei! Já. Ég var bara svona... Bara gaur sem hef aldrei hitt á þig. Bara eitthvað random gaur og maður bara ætti maður að treysta honum, sko. Og við ákváðum bara að slá til og treystum honum. Fórum með drasla okkar í íbúðinu hans, skildum allt eftir vegabréfin og bara nefndi þetta var einhvern svona lokal þáttur, sko. Já. Svo bara, var þetta bara algjör snill. Gaurinn var bara super solid, gistum bara hjá honum. Þetta var einhver lokal kona sem hann var að leigja hjá og... Það ekki almennt í raunin að fólk alltaf meira næs heldur en það látið líta út fyrir að vera á þessum stöðum? Jú, það er það. Það alltaf einhverjinn á milli sem vondur. En meirihlutin gott fólk, held ég. Já, þau vita líka, þú veist, á þessum stöðum, túrismin aðalmálið og þau vita að þau þurfa bara að koma vel fram í túrista því annars verður þetta bara verra fyrir þau, því það er alltaf á netið núna. Algjörlega. Ok, eru þið tilbúin að kýla á eina Instagram-myndin á Drangiði? Já. Já. Hvernig myndið þið kjósa ykkur að taka mynd hér? Pæla rosalega mikið í bakgrunnum. Já. Og við erum með alveg ógeðslega flotta eyju. Þannig að það væri gott að ná einhver svona dýpt í það með okkur hérna líka inn á. Og þú veist, mér finnst alltaf flottast að hafa, þú veist, ekki vera alveg í miðvíginn á myndinni, sko. Hafa annarkvort pínu hægra meginn eða vinstra meginn, sko. Þið náttúrulega með algjörlega ráðið sem ég hugsaði bara, þú veist, með einhverja dýpt að fá bæði sjóinn og bakgrunn hér og þetta og allt, þá alveg komið svona mörg layer. En já, finnst ykkur Instagram skipta miklu máli í þessum ferðum? Er það stór hluti að því að koma ykkur á framfæri og sýna hvað þið eruð að gera? Sko, að vissu leyti já. Já, en við byrjuðum í rauninni samt ekki fyrr en í síðasta sumar. Já, var það?
var svolítið klúður að hafa ekki verið byrjaðar á þessu fyrir. Við náttúrulega bæði höfðum gaman að því að taka myndir og gera eitthvað svona vídeo. Þannig að við vorum alltaf að taka eitthvað en vissum ekkert alveg hvert við ættum að setja, skilurðu. Finnst ykkur mikilvægt við að veita fólki innblástur að sýna hvað er hægt að gera, sýna við náum að gera þetta allt á Instagraminu og einhvern veginn fá fólk til þess að hugsa já, ok, þetta er hægt. Já, bara geta hjálpa fólki og hvata eitthvað til þess að fara út og fara bara að gera eitthvað, gera eitthvað annað, fá fleiri upplifanir. Algjörlega. Það er einmitt alltaf einhver að hafa samband við okkur og biðja einhver aðstoð og við erum alltaf bara geðvægt glöð að hjálpa. Þegar ég sé svona aðganga sem maður er að sýna fram á að bara lifa eins og þeim langar til þess að gera það og gera það sem þau vilja, þá finnum maður alveg svona innri eldinn kyndast upp, sko, maður svona, já, búm. Þessi, ég var að fara að kýla á þessa mynd. Hvað gerir góða Instagram-mynd? Já, fer náttúrulega voðalega mikið eftir hvað, sko á Íslandi þá virðist það virka mjög vel að vera með svona pínu moody myndir, sko. Þegar Íslandi er, landslagið þetta er rosalega mikil dramatík í það, svona dökkt og, þú veist, kallt og en svo náttúrulega maður á Bali þá er þetta bara svona fólk meira fyrir svona ljósar og strandar og svona. Mér finnst mjög mikilvægt að virðist virka mest að hafa alltaf fólk inn á myndinni, sko. Sama þó að taka einhverja mynd svona af til dæmis þessari eyju bara með dróna að hafa það allavega einhvern inn á myndina sem fólk sér. Það bara einhvern veginn, fólk einhvern veginn finnur meira. Þó hann sé pínu lítill. Það er alveg samt gera það svo mikið eitthvað. Sérstaklega í Íslandi að þú ert, þú veist, já, í rauðu með gulum jakka einhvers staðar hérna áberandi, sko, sér eitthvað. Það er ekki rétt þó, sko. Já. Finnst ykkur mikilvægt að vera með eitthvað svona ofurgýr eða haldið að maður geti gert þetta á hverju sem er? Það þarf ekkert, náttúrulega, iPhone-ar í dag eða bara snjallsímar, þeir eru komnir með svo góða myndavél, en það er náttúrulega aðalega bara ef þú ert það með þrífót fyrir símaðinn eða þú veist, þú getur náttúrulega bara tekið sjálfur ef þú ert bara að taka svoleiðis myndir. En okkur finnst náttúrulega mjög gott að vera með svona vel að fá sem sagt raw myndinar. Þá er hægt að vinna meira með þær eftir á. Fær maður aldrei, eru þið aldrei búin að fá ógeð? Eða þú veist, ef ég væri að fara með kærastanum minn til útlanda núna, fæ ég alveg bara? Sko, það gæti alveg gerst í byrjun. Það var alveg svolítið skellur, eða ekki skellur, þetta var bara svona, þegar við fórum fyrst út Costa Rica þá vorum náttúrulega bara við tvö svona versus the world, eins og það myndi. Þannig að við höfum aldrei í rauninni búið almennilega saman, sko, þannig að þetta var okkar fyrsta skipti að búa saman. Þar vorum við bara tvö saman í einhver litlum kofa í frumskóginum, basically. Þannig að við vorum svona að kynnast öðrum hliðum af hverju öðru. En þetta gengur alveg vel ef maður bara virði hvort annað og virði það þegar hinn þarf pínu space. Kemur inn í það að maður geti ekki alltaf verið fastur kannski við hinn aðeilann, maður þarf alveg líka, þú veist, það kannski hjálpaði að þú fórst í spænsku skóla og sjálfboðaliða starfa með höpunum og hjálpaði höpunum. En þetta er náttúrulega líka bara mjög hollt, sko, að vera bara 2-1. Mér finnst það styrkja sambandi. Við áttum okkar bestur yfirvildi þarna örugglega. Og þá veit maður svona, þú veist, hvort að maður geti þetta eða ekki, sko. Þetta er svona ágætt, ef þú vil vita hvort þið er eitthvað framtíð, farið bara út saman í 4 mánuði og það kemur að ljós. Það er meikið eða ekki. Hvað var það svona sem að stóð upp úr fyrir ykkur? Fannst ykkur það að vera ekki heima hjá ykkur? Fannst ykkur það aldrei eitthvað svona, nú verð ég að fara heim? Svona að eiga eitthvað heim? Við höfum alltaf átt í rauninni heim þegar við erum úti, þegar okkur finnst það rosalega leiðilegt að vera skipta staði hratt. Þannig að það er líka miklu hagstæðara að taka leigu á einhverjum stöðum í meira mánuði í einu. Þannig að við eigum alltaf að vera heima á einum staðinn. Við reyndum að taka alltaf mánuði allavega. Síðast núna bara í Bali þá vorum við á staði í útbúti og leigðum þar bara í 2 mánuði. Og það var bara, þú veist, þegar maður kom heim, það var bara leiðmaður sem væri heima, skilja. Það var bara okkar. Þetta var svo miðsvæðist, þannig að við gátum alltaf keyrt alls staðar á eyjuna bara þaðan. Ef maður er endalaust að skipta, þá verður maður svo þreyttur, sko. Já, það verður þetta bara ferðalag eftir ferðalag eftir ferðalag. Tekur mjög mikið á. Það er alveg búin á því, sko. Svo í rauninni vorum við bara að fara í svona frí frá þessum stað, sko. Við vorum í rauninni sem sagt með íbúð í leigu þar í 2 mánuði og svo fórum við kannski bara í 2 daga í hvert annað. Eða eins og þegar við fórum á Núsa-eyjurnar, þá vorum við alveg, ég veit ekki, 3 eða 4 daga þar. En er þetta ekkert dýrt? Þú veist, getur hver sem er gert þetta? Það er nefnilega málið, þetta er miklu ódýrara en fólk heldur, sko.
Við vorum að leigja þessa íbúð og held ég 40.000 íslenskar fyrir mánuðinn. 40.000? Og þú veist, Og það var sundlaug þarna og sameiginlegt eldhús með einhverjum öðrum sem voru líka að leigja í sömu byggingu. Og þú getur samt líka, ef þú ert ekki sniður, þá getur þú farið á okkur svona fín hótel og þú borgar 40.000 fyrir vikuna eða eitthvað. Já, hvað verður svona jákvæða hliðin við það að vera ekki í útlöndum? Sko, það er náttúrulega bara að geta farið aftur að byggja betri sambandi af fólki sem maður hefur heima. Já, fjölskylduna og vinnuna, hitta þau oftar. Sjálfkrafa þá versnar það alltaf aðeins ef þú ert rosalega lengi úti. Og við erum spennt að skoða Ísland líka, meira af því. Af því að það gleymist líka að það er ótrúlega mikið sem hægt er að skoða á Íslandi. Ég mitt var bara, fór í Ásbyrgi seinstu helgi, hafði aldrei farið þangað. Þá var ég bara, wow, þetta er bara eins og ég sé í útlöndum eða eitthvað. En það er bara svo mikið af svona hlutum, svona perlum, bara eins og Drangey, þú veist. Já, ég meina flestu fólki finnst bara Ísland verið eins og eitthvað draumaland, sko. Já, einmitt. Og við sem búum þar vitum ekkert um það. Nei, þú veist, alltaf þegar við hittum fólk úti, það bara, vá, er það bara Ísland, er það ekki geðveikt? Og þið bara, veit ekki. Langar svo að fara okkur, Svo við tókum í rauninni ekki eftir hvað það er fallegt hérna fyrir en við vorum búin að vera lengi í burtu og komum svo aftur og bara vá. En sjáu þið ekkert eftir að hafa svona farið í þetta venjulega líf, svona fara bara menntaskóli, háskóli, gifta sig, börn, eitthvað? Nei, ég held ekki. Ég sé alls ekki eftir. Ég meina, ég held að fólk sé bara að drífa þess alltaf mikið að gera hlutina. Ég meina, jú, ok, kannski ef þú ert að fara í, þú veist, þú ert með alveg plana, ég ætla að fara í klára menntaskóla, vera í læknanám og fara svona lengra. Já. Þú veist, það er alltaf mjög gott að drífa sig í því. En það er svona allt og margir sem eru bara að drífa sig að fara að gera eitthvað svo enda er á því að læra eitthvað sem þeir kannski hafa ekki eins og áhuga á. Vita ekkert annarlega hvað þeir vilja gera í lífinu. Þú veist, þá er bara miklu betra að fara út og þú veist, víkka sjóndeildarhringinn og það er mjög líklegt að þú eigi bara eftir að finna það sem þú vilt og ég meina það er nægur tími eftir. Nákvæmlega, þið eru mjög ung, hvað eru þið, 26 og 22? Já. Nei, ég meina þú veist það er nægur tími eftir til að fara að gera venjulega lífið sko. Nákvæmlega. Og myndið þið mæla með fyrir hvern sem er? Algjörlega, að fara út. Já, ég held það sko. Bara. Maður lærir svo mikið. Bara líka finnur hvað þú vilt læra og hvað þú vilt gera í lífinu held ég. Æði, maður kannski gerir þetta bara. Þú ætlar að gera það sko. Ég bara sé mig á næstu árum hérna á Bali. Ég kannski heyri í ykkur varðandi einhverjar spurningar. Já, endilega. Þetta er svo Nei, kúk. Þú verður að smakka þetta. Þetta er náttúrulega, sko, ég líti á þetta sem grænmeti og ég er ekkert mikið fyrir grænmeti. Já, rauninni. Ertu kjöt þetta? Ég er, já, ekki vígan. Ekki vígan. Þú verður að smakka þetta. Alla. Það er kannski ekki það slæmt. Nei, sko. Bara áferðin samt, þú veist. Þegar ég var lítill þá var alltaf sagt að hundar pissuðu á það. Já, og þess vegna verða þær hundarsúrur. Já, og þess vegna vildi ég ekki borða það. Við vorum að klára núna hérna ferð í Drangey með Drangeyarferðum eða Drangey Tours. Ótrúlegt útsinni, fáránlegt fuglalíf. Fullt af lundum, ekkert smáfallegt. Þetta er bara búið að vera ótrúlegt. Það er ótrúlegt að þetta sé bara á Íslandi og við myndum að tala um þetta getur bara verið einhvers staðar í Asíu eða eitthvað. Þetta er bara eitthvað, þetta er fáránlegt sko. Við vorum að fara bara með bátnum heim í land á Krókinn og þar taka við einhver önnur ævintýri. Eftir skemmtilega ferð í Drangey erum við mætt hérna fyrir utan Sýndarveruleikasafnið. 1238, baráttan Ísland og við erum að fara í það. Kýlum á þetta. Takk fyrir daginn, morgundagurinn verður spennandi og við sjáumst í næstu viku.
Ég mig er í samstarfi við UMFI. Ég mig er í samstarfi við Vélfag.